Vöxturinn á Keflavíkurflugvelli í tengslum við ferðaþjónustuna hefur ekki farið fram hjá neinum. Eitt þeirra fyrirtækja sem tengjast ekki Isavia eða Icelandair og hefur vaxið hægt og hljótt en þó mjög hratt undanfarin ár fyrirtækið Airport Associates. Það með margþætta starfsemi á Keflavíkurflugvelli, þjónusta reglulega mörgum tugum flugfélaga, höndlar þúsundir tonna í vöruflutningum og innritar 900.000 farþega árlega. Og hvað þarf marga starfsmenn í svona fyrirtæki? Jú, þeir fara yfir 500 á þessu ári, en það hærri tala en hjá meðalstóru álveri. Fyrirtæki hefur blásið út en eigendur þess hafa lagt áherslu á að nota hagnaðinn í frekari uppbyggingu og það þykir jú líka góður vinnuveitandi. Sigþór Kristinn Skúlason, einn eiganda og framkvæmdastjóri, hefur verið í fyrirtækinu nánast frá fyrstu dögum þess. Já, þetta hefur verið bara svona hægt og rólega. Það hefur verið að vaxa á hverju einasta ári. Og við byrjuðum 97 og verðum þar að leiðandi 20 ára næsta ári. Við byrjuðum í fraktinni. Þetta gekk í upphafi, þá var bara einokun hérna. Mátti í raun og veru bara einn aðili afgreiða, Icelandair. En síðan hægt og rólega þá losnuðu þessi höft og við byrjuðum að útvíka starfsemina. 2002 byrjuðum við að afgreiða farþegavélar líka, ekki bara fraktvélar. Og síðan hefur við bara verið að auka við okkur ár frá ári. Airport Associates í hugum margra þjónustu fyrirtæki við flugvélar þar sem verið að koma farangri borð og slík þjónusta, en hún mun viðameiri hjá ykkur, eða ekki? Jú, sjálfsögðu, og við erum að sjá allt sem tengist þessu frá A til Ö. Og ég get talið upp hérna hvað við erum að gera. Við erum að innrita farþega þegar hann kemur í flugstöð eða lyfstöð og við erum að afgreiða töskur, frakt borð og allt sem þarf við flugvélina, koma matvörum og öllu því sem þarf. Við erum að afvísa, ýta vélunum út, allt sem gerast á flughlaðinu. Síðan erum við með vöruhúsaþjónustu, við erum með load control, við þurfum að tryggja það að vélarnar fái öllu gögn og séu réttar hlaðnar eins og þarf að hlaða. Stórt vöruhús hérna þar sem við erum með alla alhliða þjónustu. Við erum með ræstideild þar sem við erum að þrífa vélarnar. Við erum með duty free þjónustu þar sem við erum að sjá þann þjónustu þátt frá A til Ö. Þannig að allir getur keypt eitthvað borð. Þannig að vissulega þetta flókin starfsemi á margan hátt og margar deildir. Þannig að það ýmislegt sem felst í því að koma vel til og frá Keflavíkurflugvelli og farþegum til og frá Keflavíkurflugvelli. En þarf að segja að þetta sé búið að vera mjög mikill vöxtur hjá okkur og sérstaklega mikill á síðustu árum. Hver helsta ástæðan? Já, það raun og veru, vöxturinn búinn að vera stöðugur raun og veru frá upphafi, en 2011 þá byrjar svona eins og bara Íslendingar þekkja, hálfgerð sprengja, og þá búin að vera að vaxa þetta hátt í 30% á hverju einasta ári. Á þessu ári erum við að vaxa mjög mikið. Við erum að vaxa svona 75-80%. Og það stafar einfallega að því að þau flugfélög sem við erum að þjónusta, þau að vaxa svo gríðarlega mikið. Og ég get nefnt nokkur félög eins og WOW sem að stækka meira en 100%. Wizz Air, þeir að fjórfölda sig. Delta Airlines. Þannig að í raun og veru það það sem að búa til hana mikla vöxt í okkur. Ekkert flókið að vera með svona mörg ólík flugfélög og fyrirtæki í þjónustu? Jú, það alveg mikið flækjustig sem að fylgir því. Og þessi flugfélög eru ólík. Sum gera mikla kröfur, sum gera minni kröfur. Ég held við séum að vinna í dag orðið á 6 innritunarkerfum. Og mismunandi svona procedure eða verkferlar sem að hvert flugfélag kallar eftir. Þannig að jú, það vissulega mikið flækjustig sem að fylgir því. Og hvað þið með marga starfsmenn og hversu mikill rekstur þetta? Hversu mikið þú vilt segja okkur það núna á þessu ári? Við erum að stefna í svona 520 starfsmenn núna í sumar. Og ég reikna með við förum kannski í 400-450 næsta vetur. Það alltaf stærra búm svona yfir sumarvertíðina. En stóra breytingin kannski svo að vetrartraffíkin hefur aukist alveg gríðarlega, sem mjög jákvætt fyrir okkur og svona léttir svolítið reksturinn hjá okkur að vera ekki alltaf að starta upp og loka innan gæsalappa.
Það hefur verið að tala að það séu 25 flugfélög sem að fljúi til og frá Keflavík í sumar. Eru þetta mjög margir aðilar úr þeim hópi sem þið þjónustu? Já, ég held við séum með ríflega 20 flugfélög. Þannig að við erum með talsveit mikið af þeim félögum. En það er gríðarlegur fjöldi að auki, ekki bara þessi félög sem alltaf verið að telja upp, þessi 25 eða hversu tala er akkurat núna. Það eru mjög mörg flugfélög að nota Keflavíkurflugvöll reglulega og reglubundið og þar erum við að afgreiða miklu fleiri félög. Það að ráða við vöxtinn? Hvernig er framöndan hjá ykkur? Þurfum við ekki að stekka og byggja og er það auðvelt nú á tímum? Nei, það er ekkert auðvelt en við erum að ráða við það. Við þurfum að ráðast í alls konar stækkanir á öllum sviðum. Þetta er allt að springa utan á okkur. Þannig að við erum að byggja 2 byggingar hérna við aðalbyggingun okkar, stórt vöruhús og aðstöðu fyrir starfsfólk, skrifstofur, aðstöðu fyrir starfsmanna, aðstöðu, load control og annað eftir því. Þannig að við erum með rétt ríflega 4.000 fermetra sem við ætlum að ráðast í að byggja núna á þessu ári og inn í næsta ári. Þessi mikla stækkunar þörf ykkar, þetta kallar á miklar fjárfestingar og kostar eiginlega sitt? Já, þetta kallar á miklar fjárfestingar og bara í fasteignum, þar sem við erum að stækka hérna úr 3.000 fermetrum upp í 7.000 fermetra, bæta við okkur hérna eitthvað 4.000 fermetrum, það kostar sitt. Svo erum við að kaupa tæki fyrir 100 milljóna núna á hverju ári, auk þess sem að kaupa 2 blokkir upp á Ásbrú og gera þær eins og nýjar. Auðvitað kostar þetta allt stóra fjármuni. Samfara miklum örum vexti og aðstæðum á vinnumarkaði var tekin ákvörðun að ráða starfsfólk frá Póllandi til fyrirtækisins en til að klára það mál til enda þurfti að fjárfesta í fjölbýlishúsum á Ásbrú. Nú er ljóst að þið hefur þurft að bregðast við miklum og örum vexti á mjög skömmum tíma og með því að ná í starfsfólk út fyrir landsteinana. Hvernig stóðu það því? Við vorum með við fengum ráðningarskrifstofu í Póllandi til liðs við okkur og hún þessi skrifstofa er að vinna alla undirbúningsvinnu, óska eftir fólki og skrýna. Við sendum svo stjórnendur út sem að taka viðtöl og meta hvort að fólk sé hæft og þannig ráðum við inn fólk. Hvað er þetta margir starfsmenn sem að koma hérna til Keflavíkur? Þetta eru svona núna rétt 120 erlendi starfsmenn sem við erum að ráða inn. Leituðu eitthvað sérstaklega eftir ákveðnum bakgrunni eða þetta hefur náttúrulega verið gert í samvinnu við ráðningarskrifstofuna ytra? Já, við erum að gera mikla kröfur. Allir sem við erum að ráða þurfa að tala alveg mjög góða ensku. Þannig að flestir eru bara mjög vel menntaðir og þetta er virkilega flott fólk. Og þið eru að koma þeim fyrir hérna við getum sagt hérna gæðslappa, gömlum varnælis blokkum eða húsnæði sem að þið hefði verið að gera upp eða ekki og keyptuð? Jú, við keyptum hérna 2 blokkir og IAVF er búið að vera að taka þær allar í gegn, gera þær eins og nýjar, leggja mikla vinnu í það. Þannig að það er bara gengið mjög vel. Getur svona í fáum orðum lýst svona hvernig aðbúnaðurinn er í þeim? Hann er bara mjög góður. Það eru allir í sínum herbyggjum. Við erum með, eins og þið sjáu hérna, setustofu. Það eru eldhús á hverja hæð og líka ískapur, örbylgjuofn, vaskur og allt þetta inn á herbyggjunum. Þannig að aðstæðan er bara mjög góð. Hvernig horfið þið á þetta mál? Er þetta starfsfólk að verða hér bara í sumar eða til lengri tíma? Nei, við erum að vonast til þess að það verði til lengri tíma. Setjist hérna. Og ég veit til þess að margir sem við erum að ráða núna eru jafnvel með fjölskyldu sem á eftir að koma væntanlega síðar. Hvað hefur þetta verið mikið mál fyrir ykkur að fara þessa leið á svona stuttum tíma? Það er búið að vera talsveit mikil vinna. Þetta gerist allt rosalega hratt. Fyrir hálfu ári þá héldum við að aukningin yrði svona sirka 25-30% eins og hún hefur verið undanfarin ár. En aukningin hjá okkur er sirka 75-80%. Þannig að það þarf að bregðast ansi hratt og öfluga við því.
Hvernig stendur get ég spurt, hvernig gekk að ráða þetta fólk? Af hverju vill þetta fólk koma hingað? Það náttúrulega bara að leita að betri lífsgæðum og tækifærum. Svona sem dæmi þá erum við að borga kannski 5-6 sinnum hærri laun heldur en að býðst í heimalandinu. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur veru þeirra hér? Eru þið aðstoðu eitthvað í að svona aðlagast samfélaginu og hvernig ykkur þjónusta við þetta fólk? Já, það er mjög góð þjónusta. Það er vel tekið á móti fólkinu, þau eru sótt þegar þau koma hérna til landsins og keyrð hingað upp í blokkir. Síðan erum við með IAVAF sem sér alfarið á þjónusta, allt viðhald og umsjón í kringum fólkið. Þannig að það er mjög vel haldið utan fólki sem hér býr. Þannig að þau fá handbók til að vita hvernig þau geta stigið fyrstu skrefin? Já. Hvar eru bankar og hvar verslanir og allt eftir því, samgöngur og svoleiðis, og svo eru rútusamgöngur þannig að þetta fólk kemst til og frá vinnu. Við getum sagt að þið hefur verið nokkuð heppin að geta komist í húsnæði sem var alltaf því tilbúið fyrir ykkur. Já, maður eiginlega bara vill ekki hugsa þá hugsun til enda ef að hér hefði ekki verið á lægir húsnæði sem við komumst í og gátum breytt á ótrúlega stuttum tíma. Hvernig munu þið þjónusta íbúana? Þegar komu nýjir íbúar þá erum við með að halda þeim pakka sem segir hvað helst að gera hérna, hvaða búðir eru og hvernig þetta er. Við fundum með þeim hérna vikulega á kvöldin þegar þeir eru ekki á vakt og förum svona yfir helstu atriðin. Við erum að funda með hérna umhverfinu til að hlera svona hvernig það er og þeir eru að gefa okkur góð ráð sem við síðan förum myndum með til krakkana og tölum við þá og ef það kemur eitthvað upp á þá erum við með opið 24 tíma sólarhring mannaða vakt sem hleypur hérna til ef einhver tíni líklega gerir eitthvað þá lögum við þetta til og höldum að þeir bara hringi okkur og konu til 20 mínútur. Í svona rekstri hægt að gera ráð fyrir endalausri aukningu? Hvernig horfið á það þegar þið þurfum að fjárfesta svona mikið? Hvernig hægt að horfa á þetta svona til framtíðar? Já, við værum ekki að fjárfesta þetta mikið og leggja svona mikið í þetta nema að við tryðum á þessa stækkun og það eru allar spár sem að benda til þess að þetta komi til með að halda áfram. Kannski ekki svona rosalega mikill vöxtur en næstu árin talsveit mikill vöxtur. Á hverju byggjirðu það? Bara eins og allir aðrir. Það eru allir hagsmunaaðilar sem eru að spá þessu, hvort sem það heita bankar eða Isavia, þeir sem að starfa þessum geira. Og ég held að bara Ísland sé ákjósanlegu kostu fyrir það sem að vilja ferðast. Það dregur ekkert úr vinsældum Íslands. Þannig að já, ég hef virkilega trú á þessu. Þannig að starfsemin hér á Keflavíkurflugvelli, hún á bara eftir að halda áfram að stækka á næstu, í náinni framtíð? Já, hún heldur eitthvað áfram að stækka, en svo kemur að því að við lendum hálfgerðu stoppi að við þurfum að byggja talsveit mikið við flugstöðuna til þess að það sé að halda áfram að stækka. Þannig ég held að við eigum eftir að lenda í einhverju pásu áður en við getum haldið svona miklum vexti áfram. En vonandi verður svo pása ekkert allt of löng.